komin hérna Gröf í Breiðuvík. Við ætlum að hitta hann Víði, en hann býr hér ásamt Súsan og hundinum Visku. Okkur langar að heyra af því þegar þau tóku í gegn gömul útihús og gerðu alveg að geggjuðum stað. Víðir, þú kemur frá Austfjörðum. Hvernig stendur á því að þú kemur hérna á Snæfellsnesið? Hvað varst að gera og í hvaða tilgangi varst að koma hingað? Já, Neskustad, þetta nú svona togarabær og leist nú kannski ekki alveg á enda æfin á togurum og byrjaði að gera út og þá voru frekar góð ár þarna fyrir austan. Það var síld og svona og inn á fjörðunum og já, var bara nokkuð, en svo hvarf það alveg, þannig að ég ákvað að spreyta mig og hvað að fara á Suðurnesin, eina sem myndi afturflug sem Austfirðing, og kom með bátinn suður rétt fyrir jól og svo var ég þarna eitthvað að dinglast jólin og eftir í þarna janúar og las þá að það væri mókfiskir í Ólafsvík. Ég sé nú varla hvar það var, en svona, jú, mig grunaði það og þannig að ég brendi í Ólafsvík og fekk inni þar og svo fór ég bara af stað og fyrsta skipti sem ég sá Snæfellsnesið, það var hérna fyrir utan Malarrifið og lagði ég línuna þar og síðan hef ég bara verið hér. Þú kemur hérna vestur og þá ertu bara sjómaður, búin að vera sjómaður alla tíð, eða ekki? Og kaupir í Gröf og þá eru nú kindur og einhver dýr á bænum. Já, ég kaupi hérna Hallstein og Jenny og kindurnar fylgja með einhverja 130 kindur og ég var nú ekki vanur kindabúskap og réði til mér sænska konu sem hjálpaði mér aðeins í þessu, en ég var nú svo fljótur að ná þessu og þetta var virkilega gaman. Sauðburður bara eitt af skemmtilega sem maður lendir í og vaka sig vitlausan og svona og veit að það tekur enda, en það var skemmtilegu tími, en það skaraðist bara svo á við sjómennsku að það var ekki hægt, því þetta náttúrulega bara hobby, þetta náttúrulega ekki atvinna. Já, en þú hættir bara tiltölulega fljótlega með kindurnar, eða ekki? Og þetta húsnæði hérna, hlaðan og fjárhúsin, þau standa bara auð í einhvern tíma? Já, bara í mörg ár, bara í 18 ár eða eitthvað. Þangað til hvað? Hvað gerist? Já, það var nú einhvern veginn blundaði mér að ég var byrjaður að byggja upp þessa ferðaþjónustu. Ég byrjaði bara heima því að við erum semmilega stórt hús þar og gat notað 5 herbergi undir þetta og til að gera eitthvað á sumruna því að þegar það er kvóti og eitthvað, þetta náttúrulega ekki nema varla hálfsársvinna að róa og gera eitthvað á sumrun og byrjaði svona bara að byggja þetta hægt og rólega upp og svo var ég eiginlega búin að býta í mig svolítið löngu að þegar ég er í 50 þá myndi ég hætta á sjónum, ekki klára mig alveg þar og gera eitthvað annað og gerði það og fór ég að byggja þetta upp. Þannig að þú stóðst við það, hættir bara alveg, seldir bát og kvóta og allt saman? Já, hætti bara alveg og fór að byggja þetta upp og langaði að byggja, sko. Ég hef aldrei byggt, sko. Það er eitthvað sem maður þarf að gera. Var þetta jafn skemmtilegt og þú hélst? Þetta var rosalega gaman lengi vel, en ég held að allir þekkja það sem hafa byggt, að 3 síðustu mánuður er martröð og það var ég líka í mínu tilfelli. Það var deadline hverjar gestirnir var að koma inn og já. Já, varstu búin að selja herbygginn og aðstöðuna? Já, búin að selja, hestaferðina voru bara að byrja í júní og páska vantaði helviti mikið fannst mér. Og því maður hefur ekki yfirsýn ef maður hefur aldrei gert þetta áður og svona iðnaðarmenn voru miklu rólegri og þeir eru vanir því að kvöldi áður að sópa og þá sé þetta klart, sko, en maður vill nú kannski hafa ef eitthvað kemur upp á, en það kom ekkert upp og þetta slapp til. Maður skrúfaði saman rúmið nóttuna áður en að gestirnir komu og þetta slapp. Hér eru upprunalegir veggir. Það var svo sem ekki mikið hægt að nýta, en við reyndum eins og við gátum. Það til að mynda þessu hurðin þarna, þetta eru fjalir úr loftinu og hérna eru nú bara fjárhúsgrindurnar hérna undir. Já. Og þessar spýtur hérna líka, þetta er það gamla og skápurinn, hann er búinn til því gamla, en tréverki var ekki mikið, ekki nema þetta hérna. Þetta eru gamlu bitarnir úr loftinu. Já. Og maður sér að það er gengið eins og það er eitthvað reynilega kveiknað eitthvað tímann í hlöðunni á kannanum, þessu var nú kannski algengt. Þannig að við reyndum og meira sé að hreiðurinn, og kannski ekki tekið eftir því hreiðurinn eru hérna sem voru. Já, þau eru ennþá upp á bitunum. Við tókum þau bara þurrkuðu og svona, en já, þetta var svona hobby að byggja þetta og lukkaðist bara vel held ég, það er annar
Það voru mest bara kallarnir í sveitinni og iðnaðarmenn úr Ólafsvík sem gerði þetta og stóðu sig vel. Hvernig viðbrögð ertu að fá frá kúnnum? Mjög góð og já. Fólk náttúrulega heimiselt með húsið. Það er ekki vani í hestaferð að vera með kannski alveg svona lúxus að vera með sturtin á hverju herbergi og svona, en við fáum mjög góð viðbrögð og við erum svo sem heppið með það að við fáum mjög mikið sömu kúnnana, þannig að við Fólk sem kemur ár eftir ár? Já, ár eftir ár og annað hvert ár. Gera allt svona léttara og þá verður þetta líka pínlítið skemmtilegt, sko. Við erum svona alveg vini og kunningja víða í gegnum þetta. Út á hvað ganga hestaferðirnar síðan? Hvert farið þið og hvað er innifalið í þessum ferðum til ykkar? Vera hér í þessu dásemdarumhverfi með jökulinn hérna alveg yfir manni? Já, og svo snýst þetta náttúrulega Löngufjörurnar. Við erum á fjörunum og svo förum við þetta aðeins með fjalli líka til þess að hafa þetta fjölbreyttara og aðeins í gegnum hraunið. Og svo stundum förum við, ef það er gott við, þá förum við út á Arnarstapa, svo falleg leið, en það verður náttúrulega að vera bara sól. En mest snýst þetta Löngufjörurnar, sandinn og hraðann og það er það sem fólk er yfirleitt að sækjast eftir. Þetta eru svona ferðirnar yfir sumartímann. Stendur þetta tómt yfir veturinn eða? Nei. Ert þú þá bara hér að hafa notalegt hérna? Nei, við höfum verið að leigja þetta eiginlega bara fyrir hópa og þá bara leigir fólk allt húsið og fær bara aðstöðu til þess að elda og við höfum svo sem ekki gert mikið auglýsa en þetta er að komast virkilega á stað núna. Það var til að mynda þessi fjallaskíð, það var svo vinsælt síðasta vor, það fólk var að finna þetta og þannig að já, það er alveg eftirspurn eftir því og þá er þetta náttúrulega aðalega helgarnar. Við erum ekki í svona lausa trafíka því við erum bara 2 veturinn og það eiginlega gengur ekkert.